Lónin, tveir harðir mættir í stúdíóið. Það föstudagur og klukkan orðin 4. FM 95 blöður hafið göngu sína. Kickstart my shit. Já, kickstart my shit, segir Egill Einarsson hér í stúdíónu. Hvernig ertu Blondale? Veist það, ég bara nokkuð ferskur, en sjálfur. Ég hef ekki verið betri. Aldrei? Nei. Gaman að Það komið mæ. Já, það var ekki mæ síðast. Nei, veistu hvað gerast í mæ? Hvað er ekki að gerast í mæ? Það hellingur að gerast í mæ. Ok, tella mig aðeins upp. Þú ert að vera ekki upp í Keil á morgun. Gætur þú Íslandsmeistari? Ég gæti orðið Íslandsmeistari í utandeild Keil á morgun. Á morgun, ok. Já. Það líka uppskýrátt í liðin okkar, Steven Seagal. Það ótrúlegt. Það líka, hörðu. Já. Síðan, ég á afmæli 13. mæ. Já. Það stuðlaga ball, besta party of all time, 17. mæ. Við dettum út í Eurovision 16. mæ, daginn fyrir stuðlagaballið, en síðan í Eurovision daginn eftir stuðlagaballið, þannig 18. mæ. Úrslitaleikurinn í meistardeildinni er 25. mæ. Pepsi-deildin byrjar núna á sunnudaginn. Búningapartíið mitt. Búningapartíið á Blondale. Hvað er ekki að gerast í mæ? Mæ verður rosalegu mánuður. Ég held að þetta getur eitthvað skemmtilegast í mæ allra tíma. Já, bara 100%. Eina sem vantar upp á er að það má fara að hlýna eins. Já. Það er eins og Ingo Viðugus, ég ekki jafngóðu skap og við. Hann með allt niður þessi. Já. Við reyndar lofuðum honum einhvern tímann, við myndum aldrei hringja hann aftur. Gætum þurft að svíkja það ef hann heldur áfram að haga sér svona. En máli, hann vist eitthvað, hann vel pirraður á þessu með þetta veðugrín. Já, ég veit, endur vætur og við byggjum líka fólk sem að núti að hætta að hringja hann. Það er verið að stríða þessu mikið núna. Það viljum við ekki. Þannig við ætlum ekki að hringja hann. Greið, Ingo, þú verður með. Næ, Ingo er toppmaður. En ég þarf að fá þig núna með mér í lið í dag. Akkur? Út af því að þú þarf að koma á stuðlagaballið. Neip. Júp. Leifur að hugsa. Nei. Ég er með að twist. Ég myndi kannski mæta á stuðlagaball Gilsarans ef að það væri Victoria's Secret sýning á meðan. Það er bara góð hugmynd. Englandi var að labba með einhverjum palli og þú að DJ-a. Það myndi ég hugsanlega að mæta. Ég er búin að hafa massa gæi í nærbúsum í svona búrum. Já, áhugin 0. Ég er góður sko. En það er ekta þú. Hvað sexy er það? Við erum með eitthvað 2-3 bodybuilders í einhverjum svörtum þröngum. Þetta er það að meina þetta eða? Já. Það þarf að vera með stuðlagaball og einhverja gauðra að bera ofan í einhverju búri. Hvað er að því? Þegar ég held ég gæti ekki minna langað á þetta. Þá textir það. And totally redeem yourself. Gæjar í top physical shape, dansandi, having a hell of a time. Það bara gerir ekkert fyrir mig. Ok, sko, ekki neitt. Ég er með koncept. Ekki það var líka skelfilegt og þú veist, bara verð ekki með neitt dansandi þarna. Jú, fólk mun dansa, ég lofaði því. Já, leiðu fólkinu bara að dansa. Hvað ætlar að vera með eitthvað fólk í búrum að dansa? Það er hvað því þú sást þetta í eitthvað skemmtasta erlendis, eða? Mér finnst þetta bara góð hugmynd, ég veit ekki. Já, frábær hefur. Sko, ástæðan fyrir þú þarft að koma. Já. Ég er með nýtt tvist fyrir þig. Hvað tvistið það? Ég ætla að halda upp á afmæli mitt, 17. mæ. Já, og hvað ég að gera í því? Já, hvað ætlar að gera í því? Þú er á mæta. Mesta afmælisbad sem ég þekki. Þú lítur að verða afmælið, aðrir afmæli. Ég ætla að halda upp á afmæli 17. mæ. Ég ætla að halda á spot. Þú ætlar að halda með 200 manns? Ég ætla að 1000 manns. Það er 1000 manns sem mæta á stuðlagaballið. Allir sem koma á stuðlagaballið spot eru leiðin að koma í afmælinu. Ok, byrju þegar þú ert upp á svið að DJ-a í afmælinu, hvað er þá þeir sem eru mættir í afmælið þetta að gera? Hent lýsu, have a hell of a time. Já, ég haldi upp á að freka daginn eftir. Nei, það er 17. Ég er búin að ákveða og þegar málega er að ég býð nokkru félögum svona undan og þú mætir á spot áður en að allt krú, allt fólki mætir. Þá mætir þú bara í steik og einn ískaldan í afmælinu mín. Já, ok, menn ef að stuðlagaballið og þú vilt líka veislustjóri til að hafa mikið með það. Já, ertu bara búin að ákveða það? Ég skal vera veislustjóri til 11. Ok. Áður en fólk byrjar að týnast inn. Ég skal koma í afmælið þitt en ég læt mig hverju að leiða þetta stuðlagaball. Þannig þú ert búin að sæna það inn í stuðlagakvöld. Nei, ekki stuðlagakvöld. Já, ég skal bara skipuleggja afmælið þitt. Og þú þarf að hjálpa mér í dag. Þú þarf að fá dýr og trúð og... Já, þá þurfum við, þú veist alveg hvað við gerum þá. Við ringjum með einn mann sem eru haldið nokkuð partíin. Já, við þurfum eitthvað að fara yfir þetta eftir. Já, við þurfum betur yfir þetta allt saman á eftir. Við erum með veistlandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að launa ykkur hlustununa með skemmtilegum þætti. Það er svoleiðis. Og já, mér heyrist við að vera að fara að skipuleggja þetta að partí. Svo erum við með sturla staðreyndir. Við erum með flottulu, nei ekki flottula. Kemur ekki Tard. Sverrir Bergmann kemur hérna til okkar í fyrsta sinn í langan tíma. Við ætlum, þú varst líka eitthvað að tala um án, þú vilt hringi sálfræðing sem mér finnst frábær hugmynd til þér. Já, út af því að Hjöppi er alltaf baktána. Nó, ekki fyrir þig. Kjæstu að vera fyrir mig. Já, ég var að vona það. Það er ekki alveg með þig, okkur hringi sálfræðing. Já, við ætlum líka hringi sálfræðing. Já, út af því að Hjöppi er alltaf baktána með 50 dögum.
Og hlýtur eitthvað á honum. Hann var eitthvað Ég vil aðeins fá professional opinion. Hann var ekkert að baktala Jú, ekkert. það er svo að gera. Hann var svona aðeins að Hann var að baktala mig. Hann var bara að segja sannleikann held ég. Nei. En við skulum byrja þetta á heitasta laginu. Þetta verður vinsælasta lagi í sumar, ég get alveg lofa ykkur því. Það er Daft Punk og Get Lucky og Blurred Lines. Séu svona upp á hlauðin á stöðin í dag. En við sitjum hér tveir harðir og verðum með ykkur til 6 í dag. Í miklum fíling, ekki satt Egill Einarsson? Það er nákvæmlega þannig. Þú er aldrei verið betri? Ekki verið betri. Nei, það er gaman að heyra. Þú verið betri eða? Já, ég er svo sem alveg verið betri en ég er þvílíkt ferskur samt. Ok. Það getur alltaf verið aðeins betri. Nefndu einn, hver ástu betri? Ég var betri þegar ég lá einhvern tímann í sól með að beverage. Já, reyndar. Þá varst aðeins betri kannski. Já, Það er ekki, það vantar aðeins betra veður út núna. Já, Það er sett inn, það er komið mæ. Það er eitt staður þar sem að mér líður alltaf best á. Það er jetski. Já, Er hægt að vera þunglindur á jetski? Nei. Ef eitthvað skelfilegt kemur fyrir mann, eða eitthvað svona leiðilegt og bara, veist, gat frú bita það muni gerast. Þá fer Eða maður verður eitthvað þungur eða eitthvað segjum að manni verður dömpað eða eitthvað svona. Já. Drullaður á jetski. Já. Það er ekki hægt að leiðast á jetski. Drullast á jetski. Já, bara ef það er þungt yfir. Er ekki leiðilt á jetski á Íslandi það? Jú, ert að grínast, þú varst að vera í einhvern blauðbúning og eitthvað. Það er hægt að svína vatnið og eitthvað. Ha, já. Ég þarf að stuppug sem hann ber ofan. Að sjálfsög, þú getur það ekki á Íslandi. Þá bara kemur bara eins og frostpinn á jetskiðinu í land, þannig að það er ekki hægt. En ég held að mér líði best að því að þú segir að þú er aldrei verið betri. Já, þið líður betur á jetski. Já, við ekki hana, það er eitt af skemmtilegasta sem ég geri. Erum við félagarnir að fara í slúður núna? Það er rétt hjá þér, ég elska að káta alltaf á tannum minni. Já, ég er alltaf á tánum. Já, nú það allir að koma til. Varstu með eitthvað hérna svona íslenskt koncept? Nei, ég gleymi því alltaf, þú vilt það. Já, ég vil það. Gleym alltaf íslenska slúðurinn handa þér. Hvað er að gera til að bara muni það? Ég er enda samt með alveg ágætis slúður handa þér. Okay. Ég ætla að byrja á Mílu Kunis, hún var valinn, annað ári í röð, kynþokkafyrsta kona heims af lesendum FHM tímaritsins, eða For Him Magazine. Og hún vann líka í fyrra og hafði betur þarna gegn skvísum eins og Rí Hönnu, Helen Flanagan og Gwyneth Paltrow og fleirum. Þannig að... Gwyneth Paltrow? Já, hún var á listanum. Hún er nú huguleg. Já. Hún er Iron Man. Slakað á, stand. Hvað? Gwyneth Paltrow bara á top 3? Nei, hún var ekkert á top 3 en hún var á top 10 sinist mér. Hvað með Giselle Bündchen? Var hún ekki þannig að... Já, hún var ekki á top 10 sinist mér. Það er þetta mjög huguleg líka. En við óskum Mílu Kunis hjartanlega til hamingju. Hann hlýtur að vera ánægð með þetta Ashton Kutcher. Þau eru víst að hittast. Hvað, Mílu Kunis, fannst þér hún eiga þetta skili? Nei, hún ætti ekki að vinna þetta. Hver hefði verið svona í fyrsta sæti á Gilsaranum? Wow. That's a damn good question, Dutch. Hérna, ég er með eina. Já, ég hef bara byggðið með eina, sko. Já, hérna, hvað heitir Victoria's Secret, módelið, þú veist hvað ég að tala um. Adriana Lima? Já, okay. Adriana Lima. Hún er huguleg. Já. Og, ég held að... Myndur ekki setja hann ofar en Mílu Kunis, eða? Ég veit ekki, mér finnst Míla Kunis mjög sæt líka. Ég gæti verið að Cheryl Cole væri mjög ofalega mér. Mér finnst hún mjög falleg. En allavega, þá vann Míla Kunis þetta þessu sinni. En J-Lo? J-Lo, ég veit það ekki. En Rihanna? Já, Rihanna er mjög sækli. Svo kemur hér næsta, það er af Reese Witherspoon. Hún er ennþá á miklum bömmur eftir að orðið sér til skammar þegar að hún og, kærasti hennar, Jim Toth, maðurinn hennar, Jim Toth, voru handtekinn. Hann var að keyra fullur og þegar lögreglan ákvaða að handtaka hann fyrir að keyra fullur þá snappaði Reese Witherspoon og kallaði löggun öllum ítlum nöfnum og þetta náðist víst á vídeo og nú í vikunni var Reese Witherspoon í viðtali þar sem hún opnaði sig bara með þetta og sagði að hún hefði orðið sér til skammar og hefði verið að öskra fáránlegustu hluti og hún skammi sín gríðarlega og þetta gleymist bara. Já, hún var að öskra viti hver ég er og hvernig getið þið gert þetta, ég hef vunnið Óskar og eitthvað. Já, alltaf hægt að hendi viti hver ég er. Það er náttúrulega sko að... Ég hef vunnið Óskar! Það mesti viðbjóð sem hún gerir, það er að keyra fullu, þannig ég geti eiginlega ekki vorkennt þessum aumingja sem var með henni. Það er bara eitthvað sem á ekki að gera. En... Það var kallan aumingja, gerir mistökuðun og það var kallan aumingja. Já, það er bara aumingjaskapur að vera að keyra fullur á mínu mati. Það er bara mín skoðun og ég rétt á henni, ég held að séu margir sammála því. En hún allavega var að öskra þarna með að hún hafi vunnið Óskarsverðlaun og eitthvað og spáði ef að þetta myndi gerast á Íslandi. Hversu dapurt væri það ef ykkur væri tekið fullu, segjum bara til þess að Sveppi, konan Sveppa var að keyra eftir 3 eða eitthvað og Sveppi var að öskra bara ég vunnið Eddu látið hann að vera það er Eddur. Ég er reyndar ánægður með það í Bandaríkjunum að fólk veið bara í fangelsi þegar það er að keyra undir ásöfu. Svo er ég með þetta hérna var svo sem glataslúður. Ég er eiginlega ekki með neitt meira handa þannig séð, greið Gilsari. En ertu ekki með, málu, áðvastu með eitthvað top 3
sexiest women in the world en hver eru top 3 sexiest men in the world? Þú hefur gríðalega nákvæm á því alltaf. Þú gerir ekki annan að spyrja mig hvort mér finnst meira sexy, Bradley Cooper eða Ryan Gosling. Er þetta eitthvað svona meira áhugamáli á þér? Er eitthvað sem þú ert að segja mér og hlustendum með það? Nei, bara ég veltaði fyrir mér. Ertu ekki með þann lista að klára hann? Það er greinlega ekki búið að velja það. Hýtur bara að velja það líka. Nei, en ég heyr að þú ert búin að velja það. Viltu ekki bara segja mér og hlustendum hver eru í topp 3 hjá þér? Matthew McConaughey er eftir. Þú ert léttara með að svara því heldur fallegasta kona heims. Þetta er David Beckham í nummer 2. Bradley Cooper, Cristiano Ronaldo og Ryan Gosling koma hana í 3., 4. og 15. Það er ekki lægi, mann. Þessi list er alveg klár hér. Þú áttir erfitt með að finna eina konu. Þú þarft að fara að opna þig með eitthvað. Svo ert að setja á Facebooki eitthvað myndir af mér og þér hann úr trailerunum. Flott mynd af okkur félagunum. Ég er bara, þetta er ekki hægt. Góð mynd af okkur félagunum. Nei, hún skelfileg. Voru mikinn löf? Já, en er eitthvað sem þú vilt segja okkur eitt? Voru mikinn löf en það er slæmt það. Nú ert að verða 33 ára í mánuðinum. Er eitthvað sem þú ert búin að halda inni þér aðeins svo lengi eða? Er þetta að gefa skinn að ég sé samkynhneigð þeirra? Nei, ég er bara að spyrja þig. Mér finnst þú að gefa það skinn? Nei, ég er bara að spyrja hvort það sé eitthvað sem þú vilt segja. Ég held ég sé ekki samkynhneigð. Jæja, með þeim orðum ætlum við að fara hér í örstutt skilaboð og svo höldum við áfram með svo veislu. Vilt þú vinna VIP-pakka á Keflavík Music Festival? Þeir sem kaupa miða á Keflavík Music Festival á næstu N1 stöð. Send okkur myndavél með miðan þinn og skráðu í leikinn á keflavíkmusicfestival.com en þar getur þú einnig keypt þér miða. Þetta verður ógleymanleg helgi. FM 957 og agents.is. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Ahmed the Terrorist og öllum hínum vitleysingunum. What? Where's your other hand? Miðasala hafin. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Í dag getur þú keypt sumarkort Sporthúsins á aðeins 12.990 krónur á sporthúsið.is. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Pepsi-deildin á heima á Stöð 2 Sport. Við hitum upp fyrir átökin í Pepsi-deildinni með skemmtilegum þætti á föstudagskvöld. Ítarlega umfjöllun allt sem skiptir máli fyrir frábært fótboltasumar. Pepsi-deildin, uppbytun, föstudag klukkan 20. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Pepsi sem færir þér Pepsi-deildina á Stöð 2 Sport. Viking léttöl kynnir. Hljómsveitirnar Kiriyama Family og Vök með tónleika á Hressó í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:15. Frítt inn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasnóra 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Við erum að hlusta hér á 2 harða á föstudegi. Svæhad 3. maí og við erum í fantafíling eins og alltaf við Egill. Það nákvæmlega þannig. En þú varst að, ég skil alveg á hverju þú vilt fá mig með í þetta. Svo ég útskipur hlustum. Þú ert að fara að halda stuðlaðarpartí. Rétt. 17. maí. Hárrétt hjá þér. Ég ætla ekki að mæta. Vistu þetta að fara að mæta? Ekki sem sagt á stuðlaðarpartíi. Nei, en málið, ég ætla að vera með ammæli áður. Já, og ég mæti náttúrulega ammæli. Bjóða nokkur félögum. Já. Ég er svona ammæli áður. Þá ertu náttúrulega komin inn á spott. Því að ammæli verður á spott. Síðan var stuðlaðarpartí bara eftir. Þannig að þá ertu komin á spott, Blondale. Nei. Og ef ég segi við dyraverðina, púpir ekki á leiðin út. Menn þú að kalla með auðun. Ég veit að Stefán Sölvi allir sterkustu menn á Íslandi í heimi. Já. Og þau vilja ekki að fara út, það fara ekki út. Ef ég vil fara út á spott, þá mun ég finna leið út á spott. Það er bara Nei, ekki ég er með kraftlítingamann og greinstu hörð. Þú ætti bara ekki leiðin út. Þú þarftu bara að skemmta þér. Plús og sagði þér daginn að þú ætlaðir að dansa með glóstík upp á sviðu að það kæmi 1000 manns. Já, ég sagði það. Já, þú ert ekki að fara að fá 1000 manns í það og kóða, sko. Veit aldrei. En ég til að hjálpa þér með ammælið þitt. Ok. Þó svo ég vil ekki koma nálægt þessu públaðapartíi. Hættu þessu. Og eina þegar kemur það skipuleggi ammæli,
Það veist að ég er... Þú ert með BS-gráði. Já, ég er mjög hæfileikar ykkur í því. Já, ég veit allt það. En sko, þegar kemur eins verið að skipuleggja alvöru partí, því þetta er ekki bara ammali. Ef þetta væri ammali, þá myndi ég svona, þú veist, mæla með rútu og fara í lónið og eitthvað svona, sem er æðislegt. En þar sem þetta er ekki afmæli, heldur partí og stuðlög og fólk á leiðinni. Já, þetta er besta partí á árunni, sko. Já, þú vilt meina það, þetta verður besta partí ásins. Það er bara þannig. Þá er bara einn maður sem hægt er að tala við og þú veist alveg hvernig ég er að tala. Nonni Plug! Það er rétt sér. Verður ekki að hringja hann? Jú. Hver hefur haldið fleiri partí en hann? Enginn. Og hvernig ætlar að halda partí ásins á þess að tala við hann? Góð mútur. Heldur þú að geta gefið mjög mikilvæg party tips? Alveg pottitt. Hann vinnur við þetta. Þú getur hjálpað mér að plana svona umgjörðina svona, hann er með eitthvað mikilvæg party tips. Já, ég ætla líka bara að spyrja hann út í hvað við höfum að gera þarna. Ég skal alveg vera veislustjóri í afmælinu, svo læt ég mig hverfa. Reyndu. Ég verð ekki á þessu stuðla. Ég get lofað þig. Ég verð ekki. Halló. Plug, Nonni Tattoo. The Tat Man! Yes. Hvað segir Kjellin? Ég er æðislegur. Þú ert inn í beinni útsendingu? Já, þeir tómir í beinni, hvað er þið? Við erum góðir. Já, ég var að býja til þess índalið maður, akkurat því þurfti í dag. Hvað er Kjellin að gera akkurat núna? Ég er að henda sumardekkan á bílinn. Wow, nóg að gera hjá Lemon Boy. Og ertu bera ofan, allar til smurningu, allar til tattoo, sjálfur að taka dekkin af bíliðum núna? Nei, ég er að lesa blöðin á N1 og það er eitthvað snillingar að gera það fyrir mig. Ok. Það er að segja að vera sjálfur að þig. Rétt eins og Karl og Tokkera, sko. Vá, hvað það hefur verið sexy að vera sjálfur að gera þetta, Nonni. Já, sko, ég veit hvað þú hugsa. Ok, þeir þurfa að fá mína sérfræðastoð. A, þeir að fara að fá sér tattoo. B, þeir að fara að gera einhverja bestu samlokur sem þeir hafa smakkað. Eða C, þeir að fara að halda partí. Og það er C, það er party time. Yes. Og hvað, ég náði apan aftur það? Hver á Íslandi hefur haldið fleiri partí en Nonni Tattoo? Ég er öruglega einhverju, en já, ég skal bara segja enginn. Nei, sko, af því að það er stuðlega partí á Gils. 17. maí. Já, það hlaut að vera. Já, og við viljum hafa það eins flott og ektir að því hann á ammali líka. Þetta er ammali líka, þeir er búið í ammali mitt, Nonni. Þeir er búið í ammali mitt. Í 45. Og 45, og hvað er stuðlega partí? Það er á Spot. Spot. Þeir er búið, Nonni. Þeir er búið í ammali mitt. Og greifa þeir ekki lausir það? Það var hringt í Muscle Boy. Það greifa þeir ekki laus. Eina sem ég vil, og hengir upp fáir nærbuxnar að greifunum, tekur reifarnir út, setur bara G. Erum nú búin að setja díkall í drúðin? Þú ætti bara að hjálpa okkur, sko. Já, ég skal kveiki nærbuxunum. Það kom eld. Þetta er ekki flókin, Nonni. Hvaða annar staður getur rúmað svona stuðlaðaball? Þú myndir potið finna einhvern í sem mikið mennsku brjálæðinu, sko. Þú myndir hendi í höllina eða hörpuna eða Listafatt Reykjavíkur, sko. Ég væri að hendi í höllina, þá þeir sjálfur að gæða hljóðkjörfu og allt það shit. Nenni því ekki. Spottið með allt klárt fyrir þig. Ég þarf bara að setja diskinn í og ít og on. Þú mætir bara með verstu músík í heimi og telur í. Það er aður. Hvað þurfum við að gera, Nonni? Já. Eru dýr leyfileg í partíum? Eru dýr leyfileg? Já. Já, það er bara að fá leyfi fyrir slíku. Já, hvar fáum við það? Hvað er dýrastu með í huga? Við ætlum að henda rolli í leðjaka. Hvað er það með ykkur og það blæti fyrir dýrum í leðri? Það er bara... Þið þurfa að vinna eitthvað í þessu, sko. Ég hef gott partí... Hefur þú séð dýr í fötum? Þú færði ekkert vinna það. Og séðan kannski págöggjum hans kolbar í ykkur búrið eða eitthvað, bara ég þarf að hafa dýr á staðan. Herðu, hvernig var að henda págögnum hans kolb í jakkaföt? Það var geðveikt. Þetta væri það, maður. Hvert eru að hringja þegar það var leiði fyrir því? The Flawless Parrot. Tat Man, hvert hringjum við? Þið þurfum bara að tala hérna við lögregluna að fá hérna leiði við og eitthvað dýrafældun eftir. Ég veit það ekki, ég hef aldrei verið með dýr í partí. Það er aðeinkum. Þurfum að tala við lögregluna? En ertu ekki með eitthvað trúð sem getur ekki verið með eitthvað kameri? Jú, ég get pottið fundið eitthvað trúð, hendi hann 100 kall fyrir þið og hann spókar hann sko. Og eldgæja líka. Já, hvar fáum eldgleipir? Ég veit það ekki. Nóni, hætt að segja, ég veit það ekki. Eldur.is, hvað er eiginlega aðeins? Þú er haldið fleiri partí. Hvar ert þú að fá allt þetta lið í þín partí? Allt þetta lið? Ég er bara að fæða hérna og það, sko. Já, hvað er þetta eitthvað Lindó eða? Nei, alls ekki. Viltu ekki segja okkur trikkið þín eða? Nei, ég ætla ekki að gefa þau öllu uppi. Þið getur fengið eld hvar sem er og leiði fyrir einhvern dýru. Þið ringir bara í lögregluna, það byrjið þar. Hvar færðu trúð? Ætlar að vera með trúð? Ég væri til í trúð sem getur verið að gera svona hluti með blöður. Þú veist þessu, ég geti komið til að vera að fá hérna
hund. Þú ætlar að vera með eld fyrir utan og greifanærbuksunar, þú ætlar að með rolli í leðjaka og eitthvað trúð að búið til eitthvað blöðrudýr eða. Já, shit, þú er svo Hugh Hefner. Þetta hljómar, þetta er bara eins og einhver martröð. Þetta hljómar bara eins og eitthvað ógeðslegt barnaafmæli. Það er það sem það hljómar þessu sko. Þetta er ekki stuðlega praktika. Þú fer og ofan að DJ og það er rollinu hljómar. Þetta er góði punktur hjá Nonna Blögg sko. Þetta hljómar ekkert alltof spennandi sko. Við sleppum sem trúð og það strax. Ég er að vonast til þessi pappahelgi en ég þurfi ekki að koma sko. Sleppum við trúð. Ég er komið þangað sko. Já, við ætlum að sleppa þessum trúð, það er alveg staðfest. En rolla í liðu okkar, það er flip, þannig við erum að hringja löggunum með það. Ég bara heldur diskokúli í loftið, fáðu ykkur glóðstikst, olíu berið ykkur og bara... Okkur, ég verð ekki á stöðlapartínu, ég ætla bara að vera í ammálinu, ég er bara að hjálpa honum. Öll lögðarnir eru 8000 bít á mínútu og eitthvað 12 mínúna remix af öllu sko. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Ætlað þú að koma í lýrabólunum þannig að allir úrlingarnir og við fáum að sjá your tats? Ég bara, þú veist, ég kem í kraftgala sko, það er það sem ég kem í sko. Nei, það voru að sína þig tat. Já, ég sína þig tat, já, og ég kem að bera ofan með allir vinni mínum, DJ Muscleboy. Megu við vera með þig sem svona skemmtadrödd í hotna sem að krakkar koma að fá að sjá tattooið þitt og þú setur handleggi... Ekki neinum kringumstæðum. Þú setur handleggi svona út... Það samt er að hafa mig í huga. Þú setur svona handleggin út og allir fá að sjá svona... Já. Slífið. Strjúka tattooið. En ég sit á rollunni sem er í leðakunum, kveiki í greiðanærbuksunum og hleypum þarna staðinn. Þú skal skoða það. Það er gott slip. Ok, herru, tala við lögguna, við ætlum að ringja hana. Takk fyrir það, Róni minn. Takk fyrir. Já, það takk. Ef við ekki bara fá eitt lag núna og ringja svo í lögguna. Já, ég þarf að fá leiður þessari rollu, þannig leiður okkur. Já, er það eina dýri sem við ætlum að vara með? Kannski Pákíkjörnars kolb og kannski kaninu í jakkabutum. Ok, vel gert. Það er Rauður Blöndal og Egill Einarsson. Hei, Blöndal. Já. Ég var með frábæra hugmynd. Þórunn Antonía mætir í búningnum hvíta, tekur 2 uppáhaldslögin minn í heiminum sem eru þetta og hitt. So High og Too Late. Já. Veitur það 2 uppáhaldslögin í heiminum? Hvað var það tiny little song called Rain Over Me? Ok, fyrir Rain Over Me reyndar. Það er eitthvað skrítnasta rifrildi sem ég hef átt, held ég bara á ævi minni þegar þú varst að rífast að það væri besta lag allra tíma. Og það var ekki einu sinni í útvarpinu, kæru hlustendur, þá sátum við á veitingastað og hann var ekki að grínast, drengurinn. Þetta er besta lag allra tíma. Ég ætla ekki að segja, ég mun spila Rain Over Me og stúlaðu okkar vel. Ég ætla ekki að mikið með Pitbull. Ok, er þetta ekki bara eitthvað svona viðbjóðs reiftónlist? Viðbjóðs reiftónlist? Ég get lofa því að Rain Over Me verður spil, alveg 100%. Ok. Þannig að það verður eitt og eitt lag sem er actually sungi í. Já. Tala ekki um það, Þórunn Antonía kemur. Sko, ég þarf bara að spyrja hana. Já. Hvernig getur mætt aldrei ekki alltaf Hvítagallan. Ef hún mætir og tekur þessi 2 lög, wow, þá er ég strax komið með mála út. Ég þarf að finna alltaf uppbyttur á DJ, gæði sem hittar upp og sen hún kemur og tekur 2 lög og kannski ég get ekki Google fyrir. Hver er að fara að vera uppbyttun á DJ fyrir DJ Muscleboy? Hver fær þann heiður? Já, ok. Ég er alltaf fyrir mér, hvað heitur DJ-ar er í dag, fyrir utan DJ Muscleboy? Hver er svona the shit? Sko, DJ Muscleboy er ekkert heitur DJ, sko. Þú hefur aldrei DJ-að? Það er annarkvæmt e-mail sem hefur á Facebook, hefur hann að bóka DJ Muscleboy. Ok. Þú veist, þó hann sé hard to get, þá er hann mjög vinsall, sko. Ok, ég veit ekki, hvað er svona heitustu... Ok, hefur Ösmur búið DJ eitthvað 12 ár. Já, er hann heitur DJ, hann og Rikki G eru mikið að DJ-a saman? Já, þessu er finnir. Ok, Rikki G, er það saman? Er það team? Ef ég bóka Rikki G og kemur hefur Ösmur líka? Ég veit ekki, ég þekkt ekki, ég er bara voða lítið að vinna með DJ. Við erum alltaf skemmtarnalögu. Já, hann hefur nú lengi verið DJ. Entertainment Cup. Já. Grjótratnar. Já. Við erum með Ólagir. Já, Ólagir. Er það ekki svona ekta í þetta rugglitt eða? Já, hann fílar svona tónlist, hann með ræktarmix sem eru frábær, ég er búin að hlusta á því honum. Sko, en, ok, hver er fyrir DJ-ar? DJ Margir. Danny Deluxe. Já, Danny Deluxe er frábær DJ. Margir er meira svona í Bláa lónunni eitthvað. Já, þarf það að vera með Smokin' a Pancake þar, sko. Ég hugsa meira tempo. Já. Margir er með góða tónlist, svona, hann er tónlistinni minni, nema ég er bara meira tempo. Já, ég skilja. Já. Þannig að þetta er einhver af þessum meisturum. Þannig að þú ætlar að vera með uppbytun DJ og jafnvel að reyna að fá Þórunn til að syngja. Ætlar með uppbytun DJ, hvað aldrei? Ég DJ allt hvað, ég er the main act. Já, fyrir gjöðum. DJ Muscleboy er aldrei fara á tónleika. Ég er bara ekkert búin að átta mig á hvernig þessi sirkusinn verður maður, sorry. Það er alltaf, ég er með 2-3 uppbytun DJ, síðan kemur bara svona ljósasjó, gerði ykkur klár fyrir DJ Muscleboy, kannski fæ ég hérna. Bara eins og setja að fara í bíó í Smáralindinu. Já, síðan kem ég og tekur 90 mínúna session öfu. Hvað er lengi? Já, ég bara sem styrst. 90 mín kannski. Já, frábært. Við ætlum að hringja í lögguna. Tökum hérna örstuð skilabóð, svo ætlum við að hringja í lögguna. Verðum ekki að hringja í lögguna í Kópavogi, lögreglunni í Kópavogi, því þetta er halda á spott. Við ætlum aðtöða hvort með að vera með dýr
á þessu stöðlaða partí hans. Fáum fyrst auglýsingar. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Acne the Terrorist og öllum hínum vitleysingunum. What? Where's your other hand? Miðasala hafin. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Stærsta börnhelgi ársins á Hressó. Tilboð á Steiner Bomb og heimsmettsett í Steiner Express á laugardagskvöldið klukkan 1. DJ Solid spila svo fram eftir nóttu. Hressó og börn. Kveikir í þér. 16 tónum pizza með 2 álugjum, ostabrauðstangir og 2 lítrar á kók á 8 ára gömlu verði. 1890 krónur. Wilsons pizza, pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Þær eru ilmandi og evróskar milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Í maí á Stöð 2. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Glanni Glæbur og allir hinir snúa aftur í glænýri þáttaröð úr Latarberg. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Fylgstu með. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. Viking léttöl kynnir. Hljómsveitirnar Kiriyama Family og Vök með tónleika á Hressó í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:15. Frítt inn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Fyrir að hlusta hér á 2 harða. Við heyrðum í Jóni Gunnar Geirdal hér áðan. Já. Og Nonna Tattoo. Því að Egill að fara að halda stöðlaga ball, eða svona partí og ammali. Og þú vilt að þetta verði besta partí allra tíma, ekki? Jú, allavega á árinu, líklega allra tíma. Já, og það sem að við viljum dýr í fötum. Við verðum bara eitthvað svona prófílinn, einhvern veginn. Já, og hann sagði okkur að við ættum að tala bara um lögregluna. Já, fá leyfi fyrir... Já, fyrir dýrónum. Þannig á ekki bara að hringi í lögguna? Það er eitthvað bannað í beinni það? Nei, ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynd. Já. Sko, en á ég að fá töframann til að vera með eitthvað grín? Já, halló, lögregla. Já, góðan daginn, það lögreglan í Kópavogi? Já, komið sælir, Auðun Blöndal heiti ég. Já. Og að vinna hér í útvarpsþætti sem heitir FM 95 Blö. Já. Og við hliðina mér situr kunningi minn Egill Einarsson. Góðan daginn. Góðan dag. Og okkur var bent á að hringja í lögregluna. Já. Því að Egill, hann er að fara að halda stöðlaðapartí á Spot. Já. Í Kópavogi, núna í maí. Já. Og við viljum gera þetta að einhverju besta partí allra tíma. Já, nákvæmlega. Og það sem að við... Já, nú væri. Og það sem að við höfum gríðarlega gaman að við Egill, það eru dýr í fötum. Já. Og okkur langar svolítið að vera með rollu í leðujakka og jafnvel svona kanínu í litlum jakkafötum. En þá voru okkur bent á að við þurftum að tala við lögregluna upp á það hvort það mætti, að því að við viljum ekki að þetta verði eitthvað ólöglegt, sko. Nei, partínum má ekki vera að loka með að það er í hámarki. Nei. Það var leiðilegt. Nei, herðu. Já. Er löglegt að vera með rollu í leðujakka fyrir utan svona skemmtistað? Já, hún væri bundin fyrir utan, bara í leðujakka. Með hey og allt svona. Bara, það er ekkert verið að stríða niðan eitt. Ef ekkert vera stríðinni, það má ekki stríða. Herðu, ég heyrist á öllu þetta sé nú akkurat fyrir varstjórn að svara, sko. Já, varstjórn? Já, ég ætla að ná í varstjórn. Ok, náðum ég hann. Já, býðið. Já, takk. Ég vona bara að segja bara já, og þá eina sér að græða bara leðurakki. Halló? Halló, komdu sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina mig situr Egill Einarsson, hérna félagið minn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Við erum að hringja hérna frá FM 95 Blö, því að hérna Egill er að fara að halda stöðlaðapartí á Spot í Kópavogi, núna í maí. Já. 17. maí. Og hann vill að þetta verði besta partí allra tíma og ég er svona nettur veislustjóri, ég er að hjálpa honum að skipuleggja þetta. Og það sem við höfum rosalega gaman að það eru dýr í fötum. Og okkur...
það eru dýr í fötum. Já. Það svona eins og okkur langar að vera með fyrir utan, bara við myndum girðan á, okkur langar að vera með rollu í leðujakka. Og svo langar okkur að vera með kanínu í jakkafötum inn á staðnum. Þetta bannað samkvæmt lögum með það? Ég myndi nú telja það, já. Er það málið? Já. Þannig að ef að væri rolla í einhverjum geðflottum leðujakka og það var ekkert verið að pynta það neitt og ekkert verið að stríða neitt, það væri búið að gera það af, myndi það þá vera til þess að partíinu eru lokað eða? Það er þið bara að skoða. Já, sko, en ekkert að fá leyfi fyrir því að hún girt af, hún með hei, hún í flottum leðujakka, hún bara eitthvað að slaka á fyrir utan spott. Þú getur prófað að sækja leifið. Hvar sækjum við svoleiðis? Það hjá lögreglustjóranum. Já, lögreglustjóranum bara... Leifadeildinni. Já, ok, þannig að við þurfum að tala við sérstaklega leifadeild. Já. Já, leifadeild, já, ok. Ok, en hvað þú sem varstjóri í Kópavogi, ef að þú fengið símtal, herru, það rollaði leðujakka fyrir utan spott, mundirðu senda bíl niður eftir það? Það sjálfsögðu. Já, ok, þannig að við þurfum að fá alveg leið fyrir. Ég vil helst ekki að þið mætu og lokið partíunni, það bara hundleðilegt. Það væri nú samt fróðlegt að sjá þig reyna að klæða rolli í leðurjakka, sko. Já, við myndum að setja hann svona utan á hana. Já. Það held ég erfiðar að sérsuma jakkafötur í kaninu. En eða bara kanina inni á spott, kanina inni á spott. En inni? Ég ekkert vissum að vertin myndi vilja það, sko. En að Árni? Nei, ég hef ekki vonað því, sko. Nei, ég þarf að, eftir að ræða þetta var hann. Þú er náttúrulega að fá leyfi á honum líka. Góða punktur, þá kom að heyri ykkur fyrst, sko. Ég ætli þess ekki best að þið séu bara inni. Já, ok. Alltaf dýrónum fyrir utan einhverstaðar annars staðar. Já. Þannig að þú ert svona basically að segja okkur að sleppa dýrónum í þessu partí? Ég mæli með því. Já, engin dýr. Engin dýr. Nei. Ætla þú að mæta sjálfur? Það er aldrei að vita. Ok, glæsilegt. Er okkur boðið? Já, ykkur boðið. Já, það er aldrei að vita við kíkjum við. Þetta reyndar einhver versta tónlist sem þú myndi heyra á æviðinni en það verður stemming. Alls ekki, þetta er svona... Ég horfið fram hér í bara. Þetta er svona tónlist sem þú fær í spinning, það er ekki alveg stemming. Já. Þegar við sleppum dýrónum, takk fyrir þetta, Unnur. Já, ekki málið. Ok, bye. Þar fór það eill. Við þurftum að tala sérstaklega um einhverja leifadeild lögreglunars. Þetta var moodkiller. Ekki láta eðalega fyrir stemmingunni þættinum þetta. Nei, ég fattar bara í hvað rollan ekki að lemja neitt, hún bara chillandi. Heldur að löggan hefði verið að stoppa þetta því hún hélt að rollan fær að berja eitthvað með það? Já, stanga eitthvað eða eitthvað? Nei, þetta er bara því að þetta er svona, þú veist, krúel, ekki það, við erum ekkert vondi við rollun, alls ekki. Þetta er greinlega bara eitthvað viðkvæmt svona dýra. Hún er ekki nóg að borða og verið flottum í liður eitthvað? Ég get lofað því, það eru til menn á þessu ógeðslega landi sem gera verri hluti við rollur heldur en að setja það í liðið eitthvað. Þetta var lögreglan á höfuðborgarsvæðinu eða bara í Kópavogi og það verða engin dýr í stuðlaðapartíinu. Við þurfum bara að sætta okkur við það. Ég veit allt um það. Lagið heitir No Love. Ég ætla að lofa þér einu. Núna ætla bara að lofa þér núna. Ég ætla að skála einhvern tímann einum ísköldum korona með King Hathaway. Já, ok. Ég á mynda mig með Hathaway eftir að hann var með eitthvað svona stuðla rugla á hérna á NASA. Af hvernig ekki prófálmyndin á Facebook? Af hverju er það ekki? Mynda þeir á Hathaway og ég hef ekki sem séð hana. Ég hugsaði sko ekki 5% af vinum mínum á Facebook myndi vita hvað þetta er held ég. Er hausinn áður upp í raskatunum? Þetta er bara í álverðinni. Áttu myndaði með King Hathaway. Það er ekki til maður í heiminum sem þekkir ekki What is Love. Nefndu með 3 lög með Hathaway. What is Love, All the Best, Life, Rock My Heart, I Miss You. Það varst búinn að googla hann. Ég er að horfa á tölvun hann að svindlarinn. Bara tæli upp þessu lög sem ég þekki nú. Nú, maður sjá, ef ég kemur það. Víst varstu búinn að googla hann svindlarinn. Fly Away líka er ruglunni. Annars það eru aldrei getað nefnt You Gave Me Love. Frábært lag með hann. Mást að finna þarna síðasta. Ertu að telja upp eina diskinn hans? What About Me? What About Me, hvernig er það? Það er ekki aðeitt. Við syngdu aðeins úr því. Syngd þú úr því? Nei, ég skal syngja úr því eins og hérna. What is love, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Syngd þú núna eins úr þessu lagi. What About Me? What's going on? Það er eitthvað svona. Var þetta úr laginu? Já. Akkur setur í gjöðun, ég vil sjá á eftir mynda þér og King Hathaway prófálmyndin á Facebook. Ég held þetta sé einhverjum gömlum GSM síma sem ég er búinn að gefa þér. Já, þetta er svona gamla góða líin. Ég á myndinu mér á Hathaway, ég hitt hann daginn og hvað er myndin? Æ, ég ætla að segja ekki bara einhverjum gömlum GSM síma, ég veit það ekki. Síðasta sem ég myndi gera var að ljúga því að þið hitt Hathaway. Það er einhver versta líi sem þú getið splæst í, held ég. Út saur, það er svo verst. Herru, maður sjá, ég hitti Hathaway, svo kemst fólk að, nei, herru, þú hittir ekkert Hathaway. Nei, sorry, ég var að ljúga þessu.
Bara versta lígi. Sanna þetta. Það steytist hér í Sverrir Bergmann, hann hefur ekki komið til okkar á föstudegi bara í einhverja mánuði. Video Game Boy. Video Game Boy, Loverboy, er á leiðinni og það verður stemming að tala við hann. Svo erum við líka að fara að hringja í sálfræðing eða Sverrir, nei, hérna hann Egill vill heyra sálfræðing út af Hjöppa. Og með Sverri, ætlum við að láta hann hérna syngja fyrir okkur eitthvað fallega laga? Herri, ég var að spyrja hann á hann hvort hann myndi ekki taka eitt föstudagslag fyrir okkur. Og sagði hann, ég get það ekkert, Halldór Gunnar er ekkert með mér og ég er ekki með gítar eða neitt. En ég hugsaði með mér, what about a little thing called karaoke? Já, komum góð tæknina, YouTube. Já, ég hef ekki henda bara karaoke þetta. Hann var eitthvað að væla að röddin sín væri eitthvað tæp fyrir helgina. Nei, ég ætla bara að biðja hann að syngja þetta bara fyrir mig út í afmæli þessa mánuði. Já, hann kemst ekkert upp með hana, við látum hann syngja eitthvað gott. Við jafnvel bara uppáls föstudagslægi okkar eða eitthvað, hendur þið í karaoke. Manstu hver afmæli sama dag og ég? Sama dag og þú? Sæður hann dag ég mæstu? Patrick Ewing, eða ekki? Nei, það var Sveppi. Patrick Ewing? Já. Frábært, þú myndi ég bara hengja mig. Býttu nú við, nei, ég veit ekki. Veist að víst, hugsaðu. Hann er vaxinn eins og ég, aðeins þingri, bodybuilder, eins og ég press og ég. Arnold Schwarzenegger? Nei, Ronnie Coleman, sagður þetta daginn. Sorry, maður, hvað er þetta ég muni það? Það var reynda muni þetta. Herru, það er komið Ronnie Coleman, afmælið 13. maí. Já, það er öllum drullu saman. Fáum auglýsingar og svo er það Sverrir Bergmann. Stærsta börnhelgi ársins á Hressó. Tilboð á Steiner Bomb og heimsmettsett í Steiner Express á laugardagskvöldið klukkan 1. DJ Solid spila svo fram eftir nóttu. Hressó og börn. Kveikir í þér. Lögfræðingar frá Bifröst kunna ekki bara lögfræði. Þeir kunna líka viðskipti og skilja samfélag sitt og umhverfi. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Allt á hjólum. Risa bíla, hjóla og ferðavagnasýning í Fífinu helgina. Og athugið, það er frítt inn. Öll helstu bílaumboð landsins verða á sýningunni og kynna allt það nýjasta sem þau hafa upp á að bjóða. Hoppukastalar fyrir börnin og meira til. Komdu með fjölskylduna frítt í Fífuna helgina. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. 16 tónn pizza með 2 álugjum, ostabrauðstangir og 2 lítrar á kók á 8 ára gömlu verði. 1890 krónur. Wilsons pizza, pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Viking léttöl kynnir. Hljómsveitirnar Kiriyama Family og Vög með tónleika á Hressó í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:15. Frítt inn. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði. Já, þetta er Play Hard. Þeir eru að hlusta á 2 harða og 2 harðir eru konum með góðan gestir í stúdíóið. Þetta er maður sem har mætt okkur með einasta föstudegi til okkar í 1,5 ár en er hættuði núna. Já. Hann heitir Sverrir Bergmann, oft kallaður Chubby Little Loverboy. Vertu velkomin. Eitt svona mjúkur með eitthvað 2 hörðu, það er gott að... Já, það er gott að mýkja hans upp þáttinn hérna. Já, það er bara alltaf að vera mjúkt með þessu harða. Hvernig líður þessu? Bara æðislega að fá að vera með ykkur strákunum hérna aftur. Já, þú ert bara góður í hjarta og huga. Já, alltaf ferskur. Nei, ekki. Hjarta og huga, oi. Ég veit ekki okkur ég sagði þetta. Mér fannst alltaf leið, þetta var ekkert ógeðst. Jú, kastar næstu upp. Já. Glæsilegt. Kemur ekki svo óvart að þú fara að kasta upp bodybuildinni sjálfur. En hvað segir Sverrar? Syngd eitthvað, söngfugl. Já, hei. Hvernig var þetta? Þú ert komin einhvern til að syngja? Já. Ég heyrði eitthvað alltaf um leiðindi, viltu ekki syngja fyrir okkar félagann? Já, við vorum bara að ræða það. Ég er kvefaður og... Já, við samt, við finnum hans úr því. Ég veit að Halldór Gunnar ekki, en við ætlum að biðja eitt hérna smá eftir. Þú vart ekki að syngja lengi. En ert þú ekki að vera að koma með eitthvað skúp fyrir okkar félaganna? Þeir eru komið með eitthvað svona smá slúður. Það er ekki fréttatilkynning í FM 95 Blöð. Þetta er ekkert slúður. Nei. En ég er að fara að byrja með morgun þátt. Á FM 957. Chubby Little Loverboy er að fara að byrja með morgun þátt á FM 957. Video Game Boy.
Congratulations. Takk að þið fyrir. Ef að foreldrar okkar er ekki stolti núna Sverrir Bergmann, Oddni 33 ára sköllóttir og sjáum dagskrána FM 957. Við erum í toppmál. Það að gerast til það. Þetta er æðislegt. Já, þetta er frábært. Herðu, ég ætla að hafa Óla með mér. Já, Óli sem er með þér í Game Team. Já, hann er skemmt. Við erum ekki að fara að tala bara eitthvað um töluleiki, sko. Við erum að fara að vera mjög fenskir þetta. Já, það er eitthvað sem segir mér að þið munu líklega minnast eitthvað töluleiki. Já, þetta, bara alveg svo allir aðri það. Alveg svo þið munu minnast á sjónvarpsþætti og bíó. Hvenær er fyrsti þáttur? Þú veist nú alltaf það, Egill minn, því að þú ert að fara að mæta. Já, hann er á, einhvernum stærsta partydegi þessa árs. Já, hvað dagsetning er það sér? Hvað? Ég vil hlakka þetta að heyra, 17. maí. Wow! Er þetta grínast? Sverrir Bergmann og Óli Game TV byrja með morgun þátt sama dag og stuðlaðarpartíðar. Það er ótrúlegt fyrir. Og föstudag fyrir Eurovision, þú ætlar að koma, Friðrik Ómar ætlar að mæta líka og við ætlum að ræða þessi Eurovision. Ég og Friðrik Ómar erum með 2 félagarnir. Já, ok. Og við ætlum að ræða Eurovision. Ætlum að fara að slíðra Sverrin. Var ekki búið að gera það? Friðrik Ómar er löngóðni félagar. Já. Þú veist, og hann hefði niðurlætt mig fram hann á alþjóðarna. Ég er alvarlegur. Þú svona pínu stiltir og þeim bosta upp sjálfur. Ég elska Bury the Hatchet. Já, þú ert mikið fyrir að Bury the Hatchet. Já, málega svo Sverrir er bara svo fíll. Hún segir hún að maður sem fá þetta, þá bara hann... Sverrir man allt. He buries aldrei the Hatchet. Hann spurði þig nú daginn, við getum ekkert farið út í að hérna í þættunum af hverju að þú spurði hann. En Egill, þú varst að spyrja Sverrir eftir eina helgi daginn hvort hann þyrfti að fara í Anger Management. Já, ég er bara ágjörð á hann. Ef það er til Anger Management námskeið á Íslandi, þá vil ég senda nýða. Já, hann tekur bara brjálaði, sko. Svo hlustandi kveiki aðeins, þá voru á leiðinu heim í leigubíl eftir bæinn. Já, stundum þar bara aðeins að láta Egill heyra það. Ég er alveg sammála því. En ég verðist vera svo eini sem þóra að segja hann það beint út. Og ég gera það bara. Ég ætla málega það sem verður gaman, ég verður 7. maí með þér Sverrir, fyrsta þættunum minn. Því líka veistlega fyrir að bóka mig líka fyrsta þátt. Þannig að fyrsta þáttur var alltaf geðugur. Og sér, málið er. Vá, ég er mættur. Man of Tards. Jegill, já, alveg rétt gamla góða nafnið hans. Jegill. Hann tala bara um ég veit, hann tala bara sjálf sig. Ég pældi því með þátt, og síðan ég með stuðlaða bara kvöldið. Já, veit það. Það er ótrúlegt. En eina sem er leiðalt þú fá okkur í Eurovision spjall, og Ísland verður dottið út. En það er samt bara comedy. Og ræðið það. Það er ekkert örugt. Það er ekkert örugt. Það kemur bara í ljós, ég meina þá verst að falli, Eurovision er alltaf veistland. Það er eitt land með hærri stöðul en við á Betthísi 5. Já, með þetta út. Ísland er með stöðul 151. Já, að vinna keppnina. Það er eitt, þú sést, ef þetta er ekki flókið, þú setur 1.000.000 á Ísland og segjum bara ég og... Segðu bara fyrir eitthvað 1000 kall. Og ég og Lim vinnur. Sko, með Makedónia er með stöðulinn 201 en Ísland 151. Hversu mikið sökkar lagið hjá Makedónia? Ég lagt að læra það. Ég vil ekki vera leiðilegur en Latvía er með ennþá verið. Já, hörðu, Latvía með 251. Hann er Latvía, stöðulinn 251. Nú varst ekki áðan að segja við erum með næst. Hann er ekkert allt á gáða. Nei, þú sýndir ekkert í vitunum. Grjótaldur kjátti. Latvía, stöðulinn 251, það er Eurovision. Makedónia, stöðulinn 201. Ísland, 151. Ok. Þannig að við erum með þriðja lélegasta lagið í Eurovision í ár. Congratulations, Iceland. Congratulations. Samkvæmt bet 365. Já, hvað skreiði upp í raskat af þér? En hérna, já, við ætlum að samt að taka smá Eurovision spjalla eftir. Þetta er stilt í þetta. Við ætlum ekki að fara það núna. En við vildum bara að Sverrir myndi, opinbera þetta hér að hann var að fara að byrja með þáttinn. Og ætlar að svona dagskrárliði? Svona fasta? Það er það sem fylgir út á þáttum Egill minn. Verð ég með eitthvað svona bodybuilding? Vá, ert þú ekki að fara að hugsa um að taka þér bara feril í að fara að kenna fólki? Þú er svo svakalega gáðar. Verð ég með bodybuilding dagskrálið? Já, þú getur fengið kannski 2 mínútur í það. Bodybuilding, já, það er frábært. Þá get ég talað um bodybuilding dæmið. En Sverrir, við getum ekki fengið, sko, ég ætla að vera alveg hreinskilin núna. Ég byrjar að sakna föstudagshlaðana. Við ætlum að vera alltaf með eitthvað nýjan og nýjan og þetta er bara svo mikið vesen. Þið nefndi blöðaldri að bóka neitt? Jú, ég nefndi alveg. Þú er alveg getað að hjálpa mér eitthvað með þetta. Þetta er hellir en að vesen. Já, það var svo þægilegt að vera með þig alltaf bara. En sko, af því að halda okkur ekki með þér, þá ætlum við bara, við völdum þetta við Egill, eiginlega bara svona okkar uppáhalds föstudagsslag. Já. Og það er nú tónlistamæður sem þú þekkir vel til. Já. Hann heitir John Bon Jovi. Er það ekki meira tónlistamæður sem þú þekkir vel til? Jú, við báðir. Já, Þú ert að fara að syngja, Clown. Og það er ekki Always sem að er án þín heldur. Þegar mannstur þú tókst föstudagsslagið Bed of Roses. Já, ok. Það var bara... I wanna lay you down Það var bara gítar undir. Núna er komið að karaoke. Það er ekki einfalt lag. Ég getur sungið það.
Það er ekki flókið. Ég semst að fara að gera þetta. Já, kott, við sleppum, ég get lofa þér, þú myndir aldrei sleppa manna. Sing the clown. Þetta er það sem, þú veist, þú ert söngvari Sverrir, það er það sem hún gerir, þú syngur. Ég er útastmaður. Þannig að við ætlum að... Útastmaður skráðsins söngvari. Enda þetta með Svessa á smá föstudagslægi, nú veit ég að það eru margir ánæður hann úti því að það hefur ekki verið föstudagslægi hjá okkur lengi og við ætlum að láta Svessa taka svona okkar uppáhalds sem er Bed of Roses. Gerðu bara eitt besta. Og karaoke er til. Hvernig virkar þetta? Þetta er bara... Bara syngur inn í mikrofónin. Gerðu bara eitt besta, trúður. Ertu tilbúinn? Af hverju er þetta að kalla mig trúð? Þú ert klæddur í rauðu. Og sleðulegðin án. Nei. Þetta var fyrsta föstudagslægi í langan tíma. Voru ég gleymt neinu, Sverrir? Nei, ég verð að gefa það, Sverrir. Þú er engu gleymt. Það er eins og sétt búin að vera að syngja það sem þú kattir okkur. Ég glemti þér allan aldrei. Þú búin að vera að gigga á svona. Það söng til mín líka lægin. Já, ég er búin að vera að gigga eins og brjálaði. Vilt þú leggja mig niður í rúm fullt af rósum? Ég veit til, sérstaklega í svo rauðabóð. Þú horfðir í augun á mér allan tíman. Já. Var það ekki það sem þú vildir? Já, förum heim. You close your eyes. Þú þarf að leggja mig niður í rúmið í kvöld. No, I've been thinking about you. Please, blöð. Ekki eyðileggja þetta moment, please. Well, my mistress calls me, stand in the spotlight again. Fólk er verið að stilla á flass. Tonight, I won't be alone. Næ, ok, ég ætla ekki að vera eyðileggja. Jesus Christ. Það var svo flott ég að Svessa. Tilfinningum mig, akkur er þetta að taka þetta á honum? Hann er með allt niður. Það var auðvitað tilfinningum. Ég gæti óskað þess að ég væri góða söngari, en ég er það ekki. En Sverrir, þetta var glæsilegt þér. Ertu nokkuð á hraðferð það? Nei. Næja, þið verðum að fyrir stöðla staðreindur og svona eftir, þið verðum ekki bara smiðugur. Og stöðlaði líka. Og stöðlaði. Já, kjaftaði, 17. maí, ég get ekki beð. Já, stöðlaði. Þú ert að fara að byrja með þátt, þannig að vilt ekki læra af 2 hörðum hérna eins. Fá að vera með okkur að sjótarspinu. Jú. Fylgst aðeins með okkur. Það er einhverju 2 menn sem ég get lært af. Lærða okkur. Það er hárið. En já, þá er Sverrir búinn að syngja. Hvernig væri það að fá hitt flottasta lagi á stöðinni? Að mínum mati. Það er Blurred Lines. Velja úr 5 myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Viking Léttöl kynnir. Hljómsveitirnar Kiriyama Family og Vök með tónleika á Hressó í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:15. Frítt inn. Allt á hjólum. Risa bíla, hjóla og ferðavagnasýning í Fífinu helgina. Og athugið, það er frítt inn. Öll helstu bílaumboð landsins verða á sýningunni og kynna allt það nýjasta sem þau hafa upp á að bjóða. Hoppukastalar fyrir börnin og meira til. Komdu með fjölskylduna frítt í Fífuna helgina. 16 tónn pizza með 2 álugjum, ostabrauðstangir og 2 lítrar á kók á 8 ára gömlu verði. 1890 krónur. Wilsons pizza, pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Með snjallpakka færðu 300 mínútur, SMS og gagnamagn fyrir aðeins 3.490 krónur. Vert í sterkara sambandi. Síminn. 13 léttir, 13 réttir. Það eru 220 milljónir í risapottunum í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. Í dag getur þú keypt sumarkort Sporthúsins á aðeins 12.990 krónur á sporthúsið.is. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Temdu apa, hvað er mikil stemming hér hjá okkur strákunum í FM 95 Blö. Hann er í starfskynningu hérna hjá okkur, hann Sverrir Bergmann fyrir morgunþáttinn sinn. Þetta var góður api, viðurkennda. Hann er í starfskynningu. Já, og það er svona sín honum hvernig þú býr til útvarp. Við erum að kenna honum þetta. Já. Fyrsta Sverrir, núna eins og til dæmis, nú erum við að fara í sturla staðarindir. Það er dagskrárliðið sem er fastur bara hjá okkur. Þú ert alltaf með það? Já, hverjum degi. Fær fólk ekkert leið á því, þú ert alltaf með það? Nei, það er alveg ótrúlegt. Hann er með 9 ár og 9 ár sturla. Því að fólk myndi fá leið á sig ef þetta væri alltaf sömu sturlu staðarindir. Ég er með nýja staðarind okkur einasta degi. Það er alltaf feskur, heldur þessu feskur. Það er hárrétt. Það er mjög mikilvægt í þessum bransa að halda hlutunum feskum. Já, ok. Það er virkað þetta. Já. Og já, það er mjög sterkt að vera með svona dagskrárlið. Svo þarftu líka að vera þú sjálfur. Og aldrei gleyma því. Og líka mikilvægt að vera með partner sínir áhuga.
Ég sé mikið á að þetta sé störla staðindir, þá uppveðrast ég alltaf. Sko, þú uppveðrast ef þú fær brot af athygli. Það er sama hvað hann kemur, það er bara svo sprauti raskatöður. En ég með Óla, við erum með 10 ára reynslu að vera saman, þetta verður mjög gott. Ég fyrirgefðu, þú ert glæsilegur maður. Sverrir alltaf niðurlega með henni. Egil, þú ert ekkert smá stór þessa dagana. Takk. Já, það eru vöðvar hérna popp út sem ég ekki séð áður. Þú ert bara að vinna vel í. Þú ert ekkert smá þykkur, Egil. Takk fyrir það. Þú lítur líka mjög vel út. Takk. Hvernig er þetta stuðlagakvöld? Er það bara dett inn það? Já, 17. maí. Vá, snilld. Sko, hann er komin í gott skap aftur. Við ætlum að fara í sturla staðreyndir og ég með 10 staðreyndir hérna handtökustrákar sem eru nokkuð áhugaverðar. Byrjum á fyrstu. Fyrir ykkur, þetta er náttúrulega sjálfsög aðalega fyrir hlustendur. Byrjum hér á fyrstu. Agrofília er fettis þar sem að það kveikir í fólki að vera hátt upp í loftinu. Það er vera hátt uppi. Það kveikir ekkert í mér, ég skýta á mig bara. Já, þú ert loftrættur. Kveikir í því hvernig þá? Eitthvað svona... Bara svona kynferðislega. Sexually, svona fettis. En ef þú ert að fljúa í flugvél, bara það, svo staðrend að þú ert in the air, það er þá bara hérna allt eitthvað ekki. Já, þú ert með agrofíliu. Er það? Það er ekki að sjá svona niður, geðið langt, þá ertu bara eitthvað, Já, meina, þú ert að finna svona fyrir hæðinni. Það er bara efstu hérna á turninum og hérna, það reyna að leika þér eitthvað. Það er örugglega einhverjir í því sem eru með agrofília. Stendur ekki hérna hversu margir með þetta? Nei, en þetta er alveg örugglega ágætlega algengt. Annarkvæð maður eða eitthvað? Já. Annarkvæð maður? Nei, annarkvæð maður, hvað er þetta bilaður? Má, ég heyrði ekki eins og hvað sagði þess. Það er bara já, þú ekki eðlandasverið, það bara fær næstu spurning. Það er einhver örfáður með þetta held. En þá spyr ég ykkur strákar, þetta er ekkert sem kveikir ykkur að vera hátt uppi? Nei, ég bara skýti mig. Mér líður bara illa ef ég horfum niður eitthvað svo háum hæðum, sko. Já, ok. Þetta er ekki, við erum ekki með þetta. Nei. En knús kveiki þér, Sverrir, eða ekki? Knús? Þau eru að kveiki öllum. Svo erum næsta. Býtu, hvað meinar þú? Knús? Kveikir í þér? Ég er bara, þú ert með svona knúsafettis, þú er alltaf verið með. Ég er ekkert með knúsa, sko, þó að þú hati snertingu. Og því það ekkert ég sem eitthvað fettis eða, nei, sælunur og tegur. Hatar að manly touch eða? Nei, ég er bara með snertifælni. Það er ekki að sama og hata snertingu. En fyrir mér næstu, tilbúinir. Já, ég tók þessa aftur. Hvernig er það ekki það sama? Með snertifælni og hata snertingu. Þetta er eina mínum uppáhald sem ég ákvað að taka með aftur. Það vill ekki tala um þetta, sér það, vill ekki tala um þetta. Mér finnst mjög leiðilt að farið næsta bara. Hérna, já, af því að ég veit að þú elskar dýr. Ég hugsaði strax til því þegar ég var með þessa sturlustaðarind fyrir svona 2 mánuðin síðan eitthvað. Þannig ég hef lesað hann áður. Íkornar eru vist einhver bestu dýr sem þú finnur. Allir íkornar eru vinir og ef fullorðnir íkornar sjá svona tiny little baby íkorna einhvers staðar, þá taka hann að sér ef að foreldrar hans eru týndir. Ég elska íkornar. Þannig bara íkornar eru einhver bestu dýr sem þú finnur. Allir vinir. Já, ég man eftir þetta snart með þá og já, þetta er æðislega staðrind. Og þetta fæ mig bara til að eiga íkornar. Máttu eiga íkornar sem gæludýr? Ég veið að má ekkert hérna. Það má ekki eða svona eiga apa. Nei, máttu ekki eiga apa. En hugsaður, ef þú myndir eiga íkornar sem gæludýr, hinir íkornir myndi ekki skilja þau, myndir halda honum föstum og allir íkornar eru vinir íkornar, þá myndir allir aða á staði. Já, það er ekki mikið íkornar samt á Íslandi. Það er hvergi til 2 íkornar sem eru óvinnir. Nei, íkornar eru alltaf vinir. Það er basically styrlaða staðrindin. Spáðið því maður. Ef að við mannfólki verðum ég að gott maður. Já. Svo er það næsta. Justin Bieber fær send 500 tweets á sekundu. Vá. Það er minn almáttur. Það eru 500 litla stelpur að senda honum eitthvað á Twitter á hverju einustu sekund. Það er ólíklegt að sjá tweetið þitt og þetta sendur um eitthvað. Það er enga líkur að því. Retweetaði með Beep Machine, það er ekki að vera að gerast. Retweetaði með Beep Machine. Svo er það næsta, Seth Rogen, þið veitir hvað það er, leikari, já, skemmtilegur. Hann skrifaði handritið að Superbad þegar hann var 13 ára. Sturluð staðrind. Það er ótrúlega. Mér finnst með þess að Superbad ókslega góð mynd. Já. Ég er að reikna þetta strákar. Að 500 tweet á sekundur er 1,8 á klukkutíma. Miljón tweet, það getur ekki verið. Jú, störlu staðrind kall minn. Hann er með 35 miljón manns að fylgja sér, sko. Átla mikið. Já, en 18 miljón. Og hann er líka með dedicated fans. Aðdándur hans við það reyðir. Þú setur eitthvað út á nótbælega, þú farið eitthvað Bieber fanklúb á Íslandi sem bara taka hausinn að þér. Það eru beliebers. Ég hef lent í þeim, þannig að talaði vel Justin Bieber hérna. Já, hérna er ekki lent í þeim. Nei, það er mjög leiðilegt. Svo hérna, þetta fannst mér skemmtilegt. Maðurinn sem fann upp á frisbeeinu, hann var brendur þegar hann dó og aska hann sett í frisbeediska hans beið. Já, gott flip í honum, nánaði með hann. Var hann bara brættur saman með einhvern frisbeedisk? Já, þannig að hann er núna inn í frisbeedisk. And he will fly on. Það er mjög gaman að kasta frisbeedisk, minnst það skemmtilegt. Það er gaman að fyrir fólf. Það ger alltaf lítið að því. Já, það er komið svona frisbeegolf, Steindi Junior, hann er allir í þessu. Það er eitthvað sem við getum að fara að skoða eill. Við ætlum að fyrir fyrst í strandblögg, þannig að fótboltastrandblögg. Já, reyndar. Byrjum að því.
En já, maðurinn sem vann upp á frisbeeinu, hann elskað frisbee, það nokkuð ljóst. Svo hér, konum líður best þegar að vörum þeirra hrósað, vilja mest vera með fallegar varir. Já. Samkvæmt sturluðum staðreyndum. Þú er mjög fallega varir, Sverri. Takk fyrir það. Samt ekki kona. Nei, bara... Þetta er mjög gátt að fá líka bara hrós, það er mjög skemmtilegt. En er það hrós sem karlmenn vilja, þessi með fallega varir? Eru ekki allir karlmenn með eða bara allir svarir? Viltu ekki vera með kissulega varir? Nei, karlmenn, það er ekki, sko varir og karlmennum alveg margbreytilegur á konum. Auðvitað þið. Það er svona það versta sem ég sé, það er þegar konur eru að breyta vörunum á sig svona, þannig að verði svo endur. Það er að setja eitthvað svona sílikonu eitthvað í þetta. Það má ekki. Það er ekkert að því. Er ekkert að því. Nei, það er bara að keyra þetta þessu upp. Það er minnst að skemma. Ég veit til að sjá því þannig, blöð, ég er auðvitað það. Já, það myndi aldrei sjá. Ég ætla ekki að vera svo önd. Svo kemur þetta, Muhammad Ali gaf gamla fjölbrautaskólakennarunum sínum sem sagði að það yrði aldrei neitt úr honum fyrstu gull ólympíumedalíuna sína. Það er KO. Já, hann var bara með kennara í fjölbraut sem að sagði yrði aldrei neitt úr þessum aumingja. Hann gaf honum gullmedalíuna sína þegar hann kom heim á ólympíuleikunum. Það er ótök. Já. Spáðu í KO-i. Reyktu þetta. Já, bara þú hélst að þú heyrði ekkert úr mér hérna. Þetta er gullmedalía frá ólympíuleikunum. Settaðu hálsina þér. What a man. Svo er það hérna, það eru 2 eftir. Nýja-Sjáland hefur bannað nöfnin V8, Lucifer og Anal. Það mátti ekki heita Lucifer, Anal og V8. Þú hétt ekkur Anal eða? Já. Anal? Þessi vont er það sem er töluð enska. Náttúrulega reynast því. Hvað er að einhverju foreldri sem vil skýra barnið sitt anal? Bara skýra hvernig raskat. Ég myndi alltaf bara Anal Ingi Sverrisson. Þetta er endur allt í lagi á íslensku. Raskat Blöndell. Krakkið var vantarlega family name, The Blöndell, þannig að Raskat Blöndell. Það er bara 100% á þessum einhaldi. Já, það er nú bara hárið rétt. Það er eitthvað aðforeldri sem þetta í svona pakka, sko. Það er nákvæmlega þannig. Hvað er síðasta sturlað? Síðasta sturlað staðarinn dagsins. Kona hefur mest átt 69 börn. Þar voru 16 tvíburar og 7 þríburar meðal barna. Nefnt því. Ég veit ekki. Það hlýtur að þetta byrja helvítið snemma og... Við skulum bara sleppa að fara út í þetta. Hvað fannst ykkur besta sturlað staðarinn dagsins? Með konuna, með börn. Akkur eru ekki að fara að ræða þetta eitthvað? Þetta er stórkostlegt afrek. Já, þetta er bara eitthvað... Er ekki eitthvað aðarna það? Akkur? Bara langar í babies. Já, 70 börn. Búið sem einn her. Búið til sem hún bara getur gert sín eigin fótboltadeild, sko. Bara kjarna kona. 7 lið og... 69 börn. Já, ég reyndar. Það er magna. Sendur öll í fótbolta. Potið 1-2 sem myndur vera fárlega góður. Mjög góður, já. En býtuðu þá... Hvað? Ég er bara að hugsa um hvað þetta tekið langa tíma. Er þetta hægt? Já, menn þetta er stjórn og staðarins. Já, það er alltaf rétt. Ég ætla að vona að þú sétt ekki að fara að ljúga í þínu morgunþætti, en hér ljúguðu ekki. Nei, það er rétt fyrir. Lígur enginn hér, Sverrir. Nei, þannig að hún átti 69 börn. Vonandi þetta búin að læra eitthvað þessu innslagi, Sverrir. Gaman að vera 69. krakkin. Já. Farið bara hand-me-downs þegar að gefa fötum. Það er bara sem vassinuböndagara þegar hann kom út, maður. Það er ekki verið mikið þetta íta eftir honum. Og já, margir í prófum. Vonandi gengur lærdómurinn vel hjá þeim sem er að læra. En það... Já, vonandi. Og varst þú góður að læra, Egill? Ég veit að Sverri var náttúrulega algjör 10, sko. Það er áhuga á því sem var að læra var góður. Já, en ekki, óttur erfitt með að læra eitthvað sem það er ekki áhuga. Engan áhuga, ég var miklu meira líka með. Sam og blöðmaður. Þá stemti ég bara solid 5. Ég var búin að mastera það að fá 5 í þessum sem leiðilegt. Ok. En ætlaði þú ekki að hringi í sálfræðingin eftir? Jú. Út af, já, allir þú dósátti við að Hjöppi hefur verið að gera grínaður inn í gær. Hann var samt ekkert að gera grínaður. Nei, ekkert að gera grínaður. Hann er alltaf að baktala minna á 50. Gerir ekki annað. Og það hlýtur að vera bara hvað að honum. Og þú vilt spyrja sálfræðing hvað sé að hann? Ekki er ég að baktala hann á föstuðum. Ég er margt mikilvægt að tala um hann í Hjöppa hérna á föstuðum. Já. Þetta var bara skemmtilegt. Já. En hann eyður öllum 50-deginum. Ekki að Gilsson skil. Nei, það verið einn innkomi hann í gær. Það er alltaf að þessu. Þannig að ég vil fá, hérna, við æfum saman alla dag í sportsinu. Og hann er búin að fara frá að vera kringlóttur yfir í top physical shape, þetta var að þakka mér. En ekki að baktala þið. Nei, þannig að hérna, við ætlum að fá bara, ég fá professional opinion. Hvað er á hann? Já, við erum að gera það hér og eftir, syngjum við sálfræðing. En ég ætla að spyrja ykkur hérna, að ég sá frétt á preppinu, að það er... Fyrir úti sem vinn ekki útarpi, það er anskotanum með það. Prepp er svona sem ég fæ alltaf sendt svona til að hjálpa mér að fjalla eitthvað inn í þættinu. Þessu útarflinguðinu, það er ekki allir hérna. Ég er í starfsnámi, sko, hann er að kenna mér. Ertu búin að kenna Sverri hvað prepp er?
Ég að fara að kenna hann. Fær Sverri prepp núna? Já, ég fæði að ganga preppinu. Ok, það eitthvað sem þú færið þú út að vinna í útvarpi og þá verið að senda svona ýmislegt áhugavert sem að gera út í heimi. Og það núna fasteigna fyrirtæki í New York sem að bjóða starfsfólki sínu 15% launahækkun ef það fær sér tattoo með the company's logo eða logoinu á fyrirtækinu. 15% launahækkun fyrir að setja tattoo einhver versti díl sem ég hirti. Nei, I'll take it. Þannig að þú myndir setja á þig tattoo með sporthúsinu og fengi 15% launahækkun. Auðvitað. Það? Já, byrju fara cool tat og launahækkun. Byrju, hvað er það neikvæða við þetta? Útskýr það fyrir mér það. Já, ef þú býður kannski svona 5. Má maður setja hvað sem er? Máttu setja raskatöður? Nei, ég held að þetta sé handleggurinn. Já, það er að setja þetta á handlegginn. Hvað er á handlegginn? Bara einhver staðar? Bara örugglega sem þú setur oftast tattoo, eða ekki upp handlegginn eitthvað? Já, eða framhandlegginn, það er líka vinsælt. Já, reyndar, það er mjög vinsælt. En ef þú myndir setja það með eitthvað svona, eins og partíhansfélagin minn, hann er með Jóhann Ólafur á handleggnum, en hann er með álfaletur, Lord of the Rings, hann getur ekki lesið það, sko. Álfaletri? Já, hann er með Jóhann Ólafur handleggnum á álfaletri, hann er enginlega að lesa það, bara virkar svona flotta rúnir. Ég myndi á með sporthúsi á álfaletri og myndi ekki skilja þetta, en ég myndi samt við með nafni. En hvaða tattoo-snillingu gæti skrifa Jóhann Ólafur röðir á álfamáli? Hann bara fann sjálfur álfamáli og breytti og prentaði út og síndi bara gæðan. Ok. Hversu stórkostlegt er það þegar einhver spyr, heitirðu Jóhann Ólafur? Njókvæð sem lesa þetta? Þá áttum við einhvern Lord of the Rings aðdóðanda. Nei, hörðu, Jóhann Ólafur. Hvernig vissur þú? Ég var nú bara að lesa tattooið. Já, ok, lestu álfamál. Mér finnst það persónulega góð dýl. 15%? Já, ég ætla að... 15% launahækkun er slatti. Ég ætla að það fyrir eftir hvað þú ert að háa launum. Já, munar alltaf 15%. Lofaði því. Hvað þyrftu þið... Já, ok, þú ert alveg til. En Sverrir, myndið þú henda þér FM 957 tattoo fyrir 15% launahækkun? Það er að gera það frítt, FM 957 tattoo. Já, það er þetta grjót. Er ekki einhverju meistara með það? Ef við ekki að gera það á 15, rétt á hann og þú byrjar með þáttinn þinn. Nei, bara þú. Nei, já, einmitt. Er engin meistar á landinu með F957 tattoo? Það hlýtur á einhver. Já, held ég ekki. Ef við ekki vera með eitthvað svona F95 blöð leitar að einhverju meistar sem er F957 tattoo og hann fær eitthvað velun og eitthvað shit. Hvað velun fær hann? Eitthvað? Ég veit ekki, ég var að fá sér hugmynd, ég vil bara þróa hann aðeins. Þróa hann aðeins, við ætlum í auglýsingar á meðan, svo ætlum við að hringi í sálfræðing, ég ætlum að ræða þann. Við erum komin í símann þinn. Notaðu nýja útvarpið til að hlusta á FM 957, Bylgjuna eða X977 og 5 aðrar útvarpsstöðar í beinni í símanum þínum eða á upptökur af uppáhaldsþættinum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðu inn FM 957. Sæktu appið og við erum komin í símann þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Með snjallpakka frá símanum færðu 300 mínútur, SMS og gagnamagn saman í pakka fyrir aðeins 3.490 krónur. Síminn. Krappís Ingifjöröl kynnir lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll. 8-10 skattfrjálsar milljónir á mánuði. Heilu búntinn af brakandi seðlum. Kauftu miða. Lögfræðingar frá Bifröst kunna ekki bara lögfræði. Þeir kunna líka viðskipti og skilja samfélag sitt og umhverfi. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Sumarkort Sporthúsins er á tilboði í dag. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Viking Léttöl kynnir hljómsveitirnar Kiriyama Family og Vök með tónleika á Hressó í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:15. Frítt inn. Þú ert að hlusta á FM 95 blö, á FM 957, FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 blö.
eins og við værum kallaðir í Þýskalandi. Við værum þar. Við erum kallaðir í Þýskalandi. Nú eru við spilaðar þar? Já, það er hellinga þjóðurum sem elsku okkur félagann. Nú, gaman að heyra. En Auðun Blöndal og Egill Einarsson með ykkur til 6 í dag. Ég þarf að komast í... Þarf að komast í hvað? Ég þarf að komast í sálfræðing. Já, það er þetta hárrétt hjá þér. Þarna hittur þú naglan á höfuðið. Nei. Ertu farin að sjá það sem við hinn sjáum? Nei, ekki fyrir mig. Nú, aðja. Ég þarf ekki að vera sálfræðing. Nei, það er heldur góð. Ég þarf að ræða við sálfræðing vin minn sem ég hef áhyggjur af. Sko, mér leist mjög vel á, ég þarf að heyra í sálfræðing. Það var svo lína, greip mig alveg. Já. En af hverju þarf þetta að heyra í sálfræðingur, vinnin og hvaða vinn? Ekki fyrir mig eitthvað. Nei, ekki fyrir þér þar. Ekki þig núna. Aldrei, veist, ég enda gæti þetta að heyra í sálfræðing fyrir þig, en það er ekki. Af hverju, hvað var það sem þú myndir ræða við sálfræðingum mig? Sko, ég þarf að tala við, nei ekki til þig, þú ert bara, það er ekkert að þeir núna í dag. Ok, hvað er? Hjöbbi. Hjörvar Hafliðarsson? Já. Ég frétti ennina færinu þið félagar baktala mikið er. Við vorum ekkert að baktala, Hjöbbi var eitthvað aðeins að kalla þið frekan krakka og eitthvað. Já, ég er í gimminu að pressa 100 kíló fyrir haus, loving that lightweight, eins og ég ger alltaf í rættinu. Ég get svarað. Sér kom ykkur hessi gæðir. Gilsi, heldur að Ötti ekki verið að baktala í út af minnaðan? Ötti, ég var ekki að það var Hjörvar. Ötti og Hjöbbi. Það sögðu þetta, Ötti. Ég bara, já, kemur ekkert óvægt, ég gera það alltaf. Hörru, nú er Hjöbbi alltaf að baktala mig í útvarpinu. Og þá er vantilega bara eitthvað áður það ekki? Já, ég veit það ekki. Ég þarf að heyra í sálfræðing. Hvað er á? Ég þekki engan sálfræðing. Ég bara, já.is eða eitthvað, finnir bara, find me a swing. Og ég skrifa bara sálfræðingur á já.is. What the hell not? Hvernig finnir maður sálfræðing? En hvað þarfst ekki að borga fyrir það þá eitthvað, sko maður sé að skrifa hérna. Borga fyrir það? Sálfræðingur, jú, það er alveg hellingur hérna, sko. Já. Ég er með sálfræðing hann það Egill. Já. Og hún heitir Sjöfn. Viltu að ég byrja að kynna eða? Já, eða þú ræður. Hérna hún bara skráði sem sálfræðingur. Er Hjöbbi, finnst hann að vera reiður þegar hann er að baktala mig? Nei. Hann var ekkert að baka, hann var bara að segja, þú veist, að þú væri eins og lítið battur og fengir ekki það sem þú vilt, sem er alveg rétt hjá hann. Það er þetta lýsingin á honum, sko. Við erum að horfa á leik og górlu þegar hann stilt á ITV í snæði við Sky Sports. Og hann var líka að tala um, sko, það er svo pínu lítið krakki og var reiður. Hann var að tala um að það var ekki farið í Vatnsneiðbrautargarðinn sem þú vilt þar í. Og situr við bara aftur í sætun og horfur út gluggan í fílu. Talar ekki við neitt. Ég hef alveg séð þann Egill, sko. Vinsanlega skilt eftir nafnið og síman. Ok, það var að tala í þessari, svara ekki. Það er ekki rétt, við höfum sko. Þá tökum við aðra þetta, Óla, annars sálfræðingur. Ég er vel að vera með, ef við náum ekki neins sálfræðing. Hvað svona gæi geti svarað þessu? Við þetta strax ég Herbert Guðmund, hver er meira svona með allt á hreinu í lífinu? Já, Óla Björg. Já. Kondu sæl og blessuð, ert þú sálfræðingur? Já. Já, ok, ég ætla nú að kynna með Auðun Blöndal, heiti ég. Hæ, og er að vinna hér á útvarpsstöðinni FM 957. Akkurat. Og er hérna með vin minn Egill Einarsson með mér sem að, já, vildi heyri ekki sko, hann hefði nú alveg gott að fara til sálfræðings en hann ætlar ekki að tala við um það núna. Já, en veistu hvar þú ert að trufla mig? Nei, hvar? Ég er ángríns í Stokkólm að reyna að versla. Nú, fyrirgeðu, þá ætla ég ekki verið að trufla það. Það væri mjög gaman að spjalla en. Ok, afsakaðu þetta. Finnið annan sálfræðing. Já, við ætlum að ringja bara í Herbert Guðmund. Ok, takk aðeinsla. Ok, bye. Þetta er hárrétt, menn þessi sálfræðingar, það var sko svarað ekki á einum og þessi var í Svíþjóð. Við ringjum bara í King Herbert. Það er málega, hann er, ég er með hann á Facebook, statusinn er hans. Hann veit allt svona, lífið og vera jákvæður. Þetta var bara frábær punktur í þér. Sálfræðingar eru ekki að svara. Ég hef aldrei heyrt Herbert Guðmundsson baktala einn einasta mann. Nei, maður álíka ekki að baktala, það er ljótt. Nákvæmlega, það er ljótt. Já, það er það. Svona öllu kannski sleftu, þú ætti ekki að vera baktala fólk. Halló. Herbert Guðmundsson. Hvað er það? Komdu sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég. Sæll, þetta minn. Og við hliðina á mig situr Egill Einarsson. Er það ekki? Blessaður Herb. Tveir harðir hérna. Já. Hvað segir þú gott í dag? Með mikið mestar? Bara yndislegt, nema ég náttúrulega var að koma úr jarða þær, var að jarða einn góðan félag okkar. Ó, samryggist með aðvinnur. Félagið minn hérna, Júli Agnars, hljóðmann, stuðmanna. Já, samryggist með það. Það var full, kirkjóðu dyrum. Já, það er bara þannig. Já. En ertu upptekinn í augnablikinu, hefur þú 2 mínútur? Já, skjóttu. Sko málið er þú kannt á lífið, Herbert. Nú? Já, bara þú er einhver vinur minn sem kann á lífið, þá er það Herbert Guðmundsson. Og ég er að velta þig fyrir mér. Veistu hvað, Hjörvar Hafliðarsson, veistu hvað það er fótbolta
rasshausinn, hann að... Já, ég söngi ammálinn hans út á Players. Alveg rétt. Hárið réttu þér. Málið hann alltaf á 50 með auðvitað í útvarpinu og hann rosalega mikið að baktala til dæmis mig, hann bara í útvarpinu, tala illa mig og tala illa fólk, hann baktala rosalega mikið. Ég hugsaði bara, ef það einhver sem veit hvað að fólki sem baktalar, þá það Herbert Guðmundsson. Já, þú meinar. Ég sem að veltaði fyrir mig, grunaði eitthvað, hvað getur verið að honum með það? Hann ekki bara eitthvað lítið í sér greið? Já, það getur verið akkurat það. Já. En á hverju baktala fólk, Herbert? Það er ekki nú örugt með sjálfsíð, það eitthvað svoleiðis. Já, það er öryggisleysi. Já, þannig að þú vilt meina að það sé öryggisleysi á kaupanum? Já, það er ekki, ég náttúrulega ekki verið að dæma, en 8-10 meira þannig að menn eru eitthvað óöryggir og reyna að upptæða sjálfan svo kostna annara. Er það ekki bara akkurat sem hann að gera þannig, Ég held að King Herbert hafi bara hitt naglan á höfuð. Þannig að Hjörvar Hafliðarsson er að rakka Egil Einarsson niður til að upphefja sjálfan sig? Já, ég er náttúrulega ekki hitt þetta, en það er oft á tíð þannig. Ég veit mikið alveg kannski með þetta tilfelli, en... Nei, hann er mjög líklega lítill í sér. Já. King Herbert. Ég held að það sé góður drengur sem á það, sko. Já, ekki með beini kannski. En það er samt ljótt að baktala. Já, það er ekki farleg. Nei. En afsakaðu ónaði, Herbert, og takk kærlega fyrir að svara þessu fyrir okkur. Það er bara ekki málið. Ok, takk. Bye. Þarna hitti Herbert Guðmundsson naglan á höfuðu. Í staðið fyrir að ná eitthvað sálfræði, kann svara þessu bara. 2 setningar klárt. Þannig að nú veistu okkur að Hjörp er að baktala þig. Já, King Herbert Guðmundsson er búin að svara þessu. Þetta er útræð. Þetta er David Guetta hér með She-Wolf, Falling to Pieces og Sia með honum. Þetta skeistu ekki mjög. Skítu reglulega á þig, en þetta skeistu ekki. Þetta er gott lag. Já, mjög gott. Svo ekkert að þessu lagi. Klukkan er að verða 6, þannig að við fyrir að kveðja bara hér. Ég ætla að vera með óbyrla kvörtun núna. Hvaða kvörtun er það? Nú er klukkan. Það verða 6. Já, að verða 6. Ok. Og vinsælasti dagskrárinn okkar félagarnir á föstudum heitir Stuðlaga Gilsarans. Viltu hefði bara til að þú út á tökunum? Þannig að þú hatar þennan dagskrárlið. Þú gerir allt til þess að reyna að sleppa honum. Ég hata ekki þetta. 6 mínútur í 6. Við erum alltaf verið með kringu 5. En býta, er það ekki bara því að búið að ríkara þéttu þáttur í okkur? Er þetta bara núna þannig að þú býður með þetta og reynir að skópla þessu aftast og sem bara sleppur þessu? Nei, þú er aldrei minnst át í allan dag. Ég er ekki bara búið að vera svolítið mikið að gera það. Getur það ekki verið eitthvað? Hvað segir mig að þú ítir bara takkan og setur sokk upp í þig? Push it. En býta, þú varst að hrósa læginu sem var á núna. Þetta var þvílíkt stuðlag. Þetta var David Guetta, She-Wolf. Fólk fyrir stuðu þetta. En settu bara trailerin á. Right now, Blondale. Það fer ég reyður, sko. Ég reyð ekki að sleppa stuðlega. Og ætlar að spila sama trailerin fyrir hvert einasta skipti. Veistu hvað er gott nafn á þessum dagskrárlið núna? Sverrir Bergman kom með aðan. Þetta er orðið töðlagið. Töðlagið? Já, þú töðar alltaf. Það er alltaf bara töð í gangið rétt. En hérna kemur sér trailerin. Það var skot á þig. Lengstu trailer allar tíma. Það spila allar. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? DJ Muscleboy, því miður ekki svo eini í heiminum. Það sem þeir eiga sammeðilegt DJ Muscleboy og hinn DJ Muscleboy að þeir hafa gaman að því að gaka diskokúlur. Hvað ætlum við að spila í dag? Ég hef aldrei prófað að gaka diskokúlur, ég hef alveg klárið að prófa það. Gaman að við erum eftir að gaka eitthvað. Hvað erum við að fara á hjóli? Við erum bara að gera hvað sem ég aldrei gert áður. Ég er að fara í Ítalan. Spila gott lag? Ég er að fara í Ítalan. Ítalan, ok. Ég er val að vinna með Þjóðverja. Ítalsku DJ. Og hollendinga og belga og svona. Það átt mikið í belgum. Já, nú er ég komin í Ítalan. Frábært. Þeir eiga meistara. Og þessi heitir Luigi D'Agostino. Og hann kalla sig Gigi D'Agostino. Hvað á ég að skrifa? Höfðingi. Hvað á ég að skrifa? Skrifaðu Gigi D'Agostino L'Amour to Yours. Come again? Gigi D'Agostino L'Amour to Yours. Slakað á maður. Gigi. Já, ok, hérna kom eitthvað nafn. Gigi D'Agostino. Hvað heitir lagi? L'Amour to Yours. L'Amour to Yours. Skrifa þetta bara. Hvað er komið hérna maður? Hérna er það, ok. Hérna, hvað er 14,7 kúlur, er það ekki þessu? Vældi við því.
Svo valdi síðan það fyrst að bara 7.000 mennspunni. Já, ok, hérna, ég skal gefa þessu lagi séns. Það eru 14 miljónir, það eru svona tæpar 15 miljón manns búin að horfa á þetta. Stuðlaði sem varst með síðasta fyrsta, sem by the way, eitt allra versta. Það voru 7.000 manns búin að horfa á það og það eru fleiri búin að horfa á ellenda fréttir með Ödda og Sveppin á YouTube, heldur það lag. Er það ekki eitthvað sem segir eitthvað? Það sýnir bara metnaðinu mér að fundi þetta lag. Já, fyrir utan það, hvar fannstu það? Ég fann það bara. Steinn á 7.000. Í heiminum. Og klukkan 3:06. Push play. Sorry með þetta. Ætti að segja alltaf sorry með þetta. Já, hlustendur sem hlusta alla vikuna, ekki bara á þinn þátt, sko. Þið reyna að halda þeim góðum. Frekja. Ykkur sem voru að stillinu á FM 957 núna, nei, þið eru ekki stödd í tímavél og komin aftur til 1996. Þetta er Stuðlægan Skills, ég vildi bara láta ykkur vita. Það er lustað hérna á FM 95 blöð og getur ekki töða núna. Lægið er enda. Ég ætla að byrja því núna, nú ætla ég að hrósa ekki oft. ætla að hrósa mig Og við hvað? eiginlega hélst kjafti eiginlega all lagið. Ég spila all lagið. Já, og spilaði all lagið og eiginlega hélst kjafti alla tíman. Já. Hrós frá mér til þín. Já, það er alltaf gott enda það. Bara flottum ból, lítur vel út. Takk fyrir það, og PB. Já, og þú bætti með þetta í bekk í dag. 125 kíló, til hamingi með það Blöndal. Það er komið að lokum hér hjá tveim hörðum í dag. Rikki G mættur í stúdíóð og verður með okkur til 9 kvöld. Rikki G, man! Minni á fótbolta unnendur að núti að Pepsi ekki upprifnunar, svona upphitunar þáttur fyrir Pepsi deildina í sumar er í kvöld klukkan 8 á Stöðu Sport. 8 og líka menna fólk á það að fólk vil vita hverju vinna deildina í sumar, það er það 433.is, það er eiginlega svona ger upp sumarið. Og ef það eru einhverjir keilu áhakendur hann úti, þá er keiluliðið Steven Seagal komnir í úrslit í utandeildinni í keilu og geta orðið Íslandsmeistar á morgun. Þar eru keilarar á borð við Auðun Blöndal, Sverrir Þór Sverrisson, oft kallaði Sveppi, Sverrir Bergmann, Árni Ragnar Steindórsson, Guðmundur Karl Guðmundsson og Árni Geir Valgeirsson. Hvað gerir Svestard í liðinu ykkur? Svessi, hann keilar bara eins og ég. Ok. Þannig að það er byrjar klukkan 11 á morgun í, hvað heitir þetta, Egilshöll. Hvað gerir Sverrir í liður? Hvað helst það var að gera? Nutta okkur tætnar eða? Ég gæti nota hausina sem keilu. Það gæti nota hausina sem keilukulu. Þetta var K.O. Egil, takk fyrir daginn. Takk fyrir mig. Stemmingi okkur í dag. Rikki, stemmingi á þér og eftir? Alltaf stemming. Alltaf stemming. Takk hérlega fyrir að hlusta. Við heyrumst á mánudaginn. Þá verður við Björn Bragi mættir hérna. Egið góða helgi. Upp úr sófanum á næsta sölustæði að bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 220 milljónir í risapottunum í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. Sportlegra sumar með Intersport.